Ég spurði hana hvort hún hefði lesið hvað stóð á auglýsingunni, hvað samkoman ætti að vera löng. Nei, það var frá 9 að kvöldi til 6 að morgni. Og þetta er bænastund sem verður núna páskana. Og þetta er ekkert sem þeir gera svona kannski af og til, þetta er eitthvað sem þeir gera reglulega. Og svo fara þeir í trúboð á sunnudögum eftir samkomu, þá fara þeir og banka upp á í hverfunum. Þannig að þetta eru vinnandi kirkjur og ég held að við getum bara lært heilmikið af þeim, ef við viljum. Og en þar sem að ég þurfti að fara í gegnum núna Efesusbréfið, sumir segja Efesusarbréfið, en það er Efesusbréfið á góðri íslensku. Og ég átti svolítið erfitt með það vegna þess að mér voru fengnar nótur í hendur sem ég átti að fylgja og stundum var það svolítið erfitt vegna þess að ég vildi bara lesa þetta vers fyrir vers. En þetta gekk allt stórslysalaust. Og í dag ætla ég að fara með ykkur í kafla sem er frá 20. og 1. versinu og þetta er svona, þetta eru nokkur vers þarna sem að hinn vestræni menningar heimur á mjög erfitt með að meðtaka og skilja að einhver þurfa að vera undirgefin og ég tala nú ekki ef það er kona. Þá er það ennþá erfiðara, en það hlær enginn. Þetta var kannski ekki góð byrjun. En mér langar samt að vitna í orð Jesú, vegna þess að þetta kemur svolítið inn á Jesú, þetta orð, að hann segir í Matteus 11:29, lærið af mér, því að ég er hógvær og af hjarta lítillátur. Og þetta er sá sem hafði allt vald á himni og jörðu. Hann segir lærið af mér og þetta kannski hjálpar okkur aðeins að skilja það sem hann er að tala í Efesusbréfinu. En ég ætla að byrja hér á versi 21 þar sem segir veri hver öðrum undirgefnir í ótta Krists. Veri hver öðrum undirgefnir í ótta Krists. Síðan ætla ég að lesa hérna vers 32 og 33. Þar segir í 5. kaflanum, Efesusbréfið 5. kafli, ég var að lesa vers 21, þar sem segir veri hver öðrum undirgefnir í ótta Krists. Við getum orðað þetta þannig að við gerum þetta til þess að veita Kristi virðingu, þá ætlum við að vera hvert öðru undirgefin í söfnuðinu. Og síðan segir hér í 32. versinu að þetta er mikill leyndardómur. Ég hef í huga Krist og kirkjuna, en sem sagt þér skulu hver og einn elska eiginkonu sína og eins og sjálfan sig, en konan beri lotningu fyrir manni sínum. Þannig að Kristur er hér að bera saman samfélag sitt við kirkjuna og samfélag manns og konu. Það er alveg greinlegt. Þessi klausa, hún er það að Kristur ber saman samfélag manns og konu og samfélag Krists við kirkjuna. Og nú kemur versið sem ég held ég ætla nú ekki að nefna neinar sjónvarpsstöðvar, en ég hugsa að þeir ættu erfitt með að lesa þetta upp. Þetta er sennilega bannað, jafnvel kölluð hatursorðræða í dag. Konurnar eiginmönnum sínum eins og það væri drottinn, og eins og Kristur er höfuð eins og það væri drottinn, já. Konurnar eiginmönnum sínum eins og það væri drottinn. Og ég var að lesa þetta og rannsaka þetta og alltaf þegar ég rannsaka orðið þá les ég margar þýðingar og ég ætla að lesa fyrir ykkur hérna Amplified Biblíuna til þess að gera langa sögu stutta.
vegna þess að það heilmikil lesning hvað þetta þýðir og hvað þetta þýðir ekki. Ef þið farið í Blue Letter Bible og lesið komment eftir David Cusack, þá getið þið fengið alveg heilmargar blaðsíður hvað þetta þýðir og hvað þetta þýðir ekki. En hér segir í Amplified Biblíunni, og reyndar ætla ég að segja ykkur það, að vers 21 þá segir veri hver öðrum undirgefnir í ótta drottins, konurnar eiginmönnum sínum eins og það væri drottin. Það vantar orðið undirgefni í vers 22 í frumtextanum, en samhengisins vegna, það vantar líka í íslensku þýðinguna, samhengisins vegna þá setja þeir það inn í ensku þýðingunni. Og hér segir í Amplified Biblíunni, konur verið undirgefnar ykkar eiginmönnum sem þjónusta við drottin. Ekki eins og maðurinn sé drottin, það alls ekki verið að segja það. Það getur engin maður verið eins og drottin. Maðurinn bara maður og hann undir drottni, og þetta að vera undirgefin eiginmanni sínum, það gerum við vegna drottins af því að við trúum á drottin. Alveg eins og við í samfélaginu hvert öðru undirgefin, þá við það vegna drottins. Ekki af því að Snorri drottin eða ég drottin, og ég ekki drottin fyrir konuna mína, ég bara maðurinn hennar. Og það mjög mikilvægt að við skiljum það að þetta vegna drottins en ekki eins og maðurinn sé drottin. Og þetta held ég að hafi verið mjög gott efni fyrir þá í Afríku. Ég veit ekki með Íslendinga, en í Afríku menn miklir kóngar. Og þeir bæði kóngar í ríki sínu þar sem þeir eru prestar, og þeir líka kóngar í ríki sínu þar sem þeir á sínu heimili. Þannig að ég fór vel í þessa kennslu vegna þess að það svo mikilvægt að við skiljum hvað Jesús að segja. Hann byrjar á að segja, ég læri það mér, ég hóvar og af hjarta lítillátur. Og Jesús Kristur var undirgefin föður sínum. Og þannig að hvað verið að segja þegar verið að segja að konan eigi að vera undirgefin manninum. Þannig að ég tók niður nokkra punkta í sambandi við undirgefni, hvað orðið þýðir, og þetta var svona, eins og við segjum á enskunni, military term, eða nota til skýringar á stöðu hermanna gagnvart yfirmanni sínum. Ef þú varst óbreyttur, þá varstu undirgefin þeim næsta fyrir ofan þig, næsti fyrir ofan þig, hann var undirgefin þeim sem var fyrir ofan hann, og svo framvegis. En þannig að þetta var orðið þýðir hypotasso, eða það gríska orðið, hypotasso, og þýðir undirgefni og notað í her. Þegar orðið ekki notað í her, takið eftir því. Þegar orðið ekki notað í her, að þá þýðir það viðmót sem gefið af frjálsum vilja. Það ég sýni þér undirgefni af frjálsum vilja. Og ég ætla að sýna þér samstöðu, ég ætla að taka ábyrgð með þér og ég ætla að bera byrðarnar með þér. Þetta undirgefni. Ég ákveða fúsum og frjálsum vilja að gefa þér samstöðu, taka ábyrgð á mig með þér. Þannig að þetta undirgefni. Og undirgefni, hún alltaf gefin. Hún alltaf gefin. Undirgefni, eðli undirgefni þess háttar að það ekki hægt að taka hana með valdi. Þú getur ekki barið mig til að elska þig. Sjáðu til, þú getur ekki þvinga mig til að elska þig, þú getur heldur ekki þvinga mig til að vera undirgefin. Og það ekki það sem Biblían að segja þegar við lesum áfram, að þá sjáum við svo vel í raun og veru
til hvers undirgefni Við getum sagt að við gefum undirgefni svo að hægt sé að hafa reglu vegna okkar eigin öryggis, til dæmis í þjóðfélaginu. Við erum undirgefin mannlegu yfirvaldi svo að við séum örugg. Ég gef mig undir það að stoppa á rauðu ljósi svo að þú, ef að þú ert að ganga yfir götuna, sért öruggur eða örugg. Það undirgefni. Við hlýðum yfirvöldum líka vegna drottins. Við hlýðum þeim vegna drottins. Ekki bara vegna yfirvaldana. Við gerum það vegna drottins svo við getum lifað saman í friði og öryggi. Undirgefni ekki og var aldrei ætluð til þess að einhver annar misnotaði þig eða beitti þig ofbeldi. Undirgefni þýðir heldur ekki minnimáttarkennd. Það ekki, ég hef stundum nefnt þetta nafn á námskeiðum með sem ég fór á í vinnunni með sálfræðingum og það var svo skrítið að sálfræðingar og félagsfulltrúar, þeir skildu ekki þetta orð undirgefni. Þeim fannst að vera, ef við værum að tala undirgefni, þá væri verið að misnota einhvern. Þá væri það góltuska eða eitthvað svoleiðis. En það svo langt frá því að vera það. Undirgefni viðmót sem ég gef af frjálsum og fúsum vilja til þess að við getum verið saman í sátt og samlyndi. Undirgefni þýðir ekki minnimáttarkennd, getur verið, og við getum verið jöfn þó að við séum undirgefin. Við sem hjón, við getum verið jöfn þó svo að konan sé undirgefin, og af því að þetta segir undirgefin vegna drottins, þá ætla ég að taka dæmi úr mínu eigin lífi til þess að segja ykkur hvernig konan mín hefur verið undirgefin í 43 ár. Takk fyrir. Og hvernig var hún undirgefin? Hvað að vera undirgefin vegna drottins? Og ég ætla bara, besta dæmið erum við. Þegar við giftum okkur, þá segja við hana áður en við giftum okkur, Dísa, það alltaf einn sem verður á undan þér og það Guð. Og hún segir, já, ég sátt við það. Fyrsta skrefið í undirgefni. Hún bara sagði, já, ég sátt við það. Síðan kom að því að ég var kallaður til að þjóna drottni og leiða kirkju, ekki hún. Hún sagði, já, þetta ekki mín köllun, en ég skal hjálpa þér. Aftur undirgefni. Þetta undirgefni. Þegar við förum í sumarfrí eða þegar við röðum einhverju heima, það endilega ég sem ræða því að hún á að vera undirgefin? Alls ekki. Undirgefnin vegna drottins og í okkar lífi þetta undirgefnin sem hún hefur sýnt mér í 43 ár, að hún hefur stutt mig alltaf staðið við bakið á mér þegar ég hef farið til Kenía, þá hún farið með mér af því að hún vill standa með mér, hún vill bera byrðarnar með mér af frjálsum og fúsum vilja. Það undirgefni. Undirgefni ekki það að ég ræð öllu í hennar lífi. Og hér kemur að því að við sjáum hvernig Kristur En ég ætla líka ég ætla að lesa hérna eitt vers í viðbót og þar sem segir, það líka orð það setning sem að fólk steytir sig á, því að maðurinn höfuð konunnar, eins og Kristur höfuð kirkjunar, hann frelsari líkama síns. Og þegar við tölum röð, maðurinn var fyrst skapaður. Og þetta stundum erfitt fyrir okkar vestræna hausa að skilja. Maðurinn var fyrst skapaður, sjáðu,
ef að litli bróðir og stóri bróðir eru heima, þá biður mamma stóra bróðir að passa litla bróðir. Stóri bróðir, hann ber ábyrgð á litla bróðir. Og það þessi hugsun að maðurinn var skapaður fyrst, konan vegna mannsins, að maðurinn á að passa konuna, ekki konan manninn. Maðurinn á að passa konuna. Og þetta röðin. Og síðan það líka vegna drottins og síðan það af því að myndin af Kristi og kirkjunni, hún hin sama og maðurinn og konan. En ég ætla að lesa samt vegna þess að allstaðar, hvort sem það hjónaband eða vinnustaður, að þá eru undantekningar frá ákveðnum reglum og prinsipum. Og hér segir, en eins og kirkjan undirgefin Kristi, þannig séu konurnar mönnum sínum undirgefnar í öllu. Í öllu. Í öllu. Og þetta myndi nú einhver kóngurinn smjatta á. Já, kona góð, þú skalt sko vera undirgefin, já, ekki bara í einu, heldur í öllu. En sjáðu til, konan mín, hún hefur verið mér undirgefin í öllu. Vegna drottins. Fyrir ríki drottins, þá hefur hún verið mér undirgefin í öllu. Það að segja, hún hefur borið byrðarnar með mér. Hún hefur stutt mig. Hún hefur verið með mér í öllu sem ég hef tekið mig fyrir hendur. Hún þurfti ekki að vera með mér. Það ekki allar eiginkonur sem eru með mönnum sínum sem í þjónustu og styðja þá eins og konan mín hefur stutt mig. Það ekki allar konur þannig. En þess vegna segi ég það að þetta það sem Biblían kallar vegna drottins undirgefni. Kona mín langt frá því að vera góltuska, hún langt frá því að vera þræll. Ég elska hana meira en lífið sjálft, held ég, og því meira lengur sem við höfum verið gift, því meira elska ég hana. Og hún mér dýrmætari en nokkuð annað í þessum heimi fyrir utan drottin, fyrir utan samfélag mitt við Jesú. En ég ætla að tala þegar við segjum að hún á að vera undirgefin í öllu, að þá eru vissulega undantekningar. Þegar eiginmaður biður konu sínum að syngja eða gera rangt, þá hún frjáls. Hún á ekki að vera undirgefin. Og það á einnig sama við undirgefni á vinnustað, við að vera undirgefin á vinnustað vegna drottins, ef að vinnuveitandinn þinn biður þig að fara og stela einhvers staðar annars staðar, þá ertu ekki vegna drottins neyddur til að vera undirgefin. Það eru takmörk á öllu. Þegar eiginmaður vanhæfur vegna geðveiki eða andlegra veikinda, þá konan einnig laus frá þessu ákvæði að vera undirgefin. Hún þarf að veita honum hjálp og taka stundum yfir. Og þegar eiginmaður beitir líkamlegu ofbeldi sem ógnar öryggi konu og barna, þegar eiginmaður beitir líkamlegu ofbeldi sem ógnar öryggi konu og barna, þá á konan ekki að vera honum undirgefin. Hún laus. Hún laus vegna þess að það ekki eðli Krists að beita kirkju sína ofbeldi eða ógn. Þegar eiginmaður brýtur hjúskaparsáttmálann með framhjáhaldi eða hórdómi, þá konan einnig laus. Þá hún einnig frjáls. Þannig að það eru takmörk þegar Biblían segir í öllu, þá eru takmörk á því. Og við höfum heyrt sagt að já, Sara, hún kallaði Abraham drottinn. Þetta í 1. Pétursbréfi 3:6. Sara kallaði Abraham herra. Orðið sem notað, það stundum notað drottinn, en það þýðir herra. Og ég kalla líka konuna mína stundum frú Þórdís. Það sami virðingartitillinn. Ef hún kallar mig herra og þá kalla ég hana frú, það alveg gagnkvæmur virðingartitill. Þannig að þetta ekki svo ógurlegt. Og ég ætla líka að sýna ykkur að í 1. Mósebók 21:12 að
þá var það þannig að þegar kom að Ísmael, að Abraham hann var í vandræðum með Ísmael, að þá það að Guð segir við hann, lesið í 1. Mósebók 21:12, og það væri ágætt að fá þessa ritningarstaði hérna upp. Þá segir Guð við hann að hann eigi að hlýða Söru í öllu sem hún segir honum. Hugsið ykkur, og þetta var konan sem átti að vera undirgefin og sem kallaði hann herra, að nú átti Abraham að hlýða Söru í öllu því sem hún segði. Og það eru ákveðnir hlutir í hjónabandi þar sem við menn eigum í raun og veru að hlýða konunum okkar. Leyfa þeim að ráða af því að það eru atriði þar sem að þær hafa meira vit heldur en við. Og fyrstu 5 árin þá upplifði ég það að já, kona mín hafði meira vit en ég á flestu. Ég vona að ég sé áfram að vaksa. Hún getur sagt ykkur þá eftir. En hérna, allavega, ég upplifði það að ég var mjög svona grunnur í mörgu sem við kom þörfum konu. Vegna þess að konan, hún hefur ákveðna þarfir sem maðurinn hefur endilega ekki. En þarna var þetta að vera undirgefin í öllu, að vissulega eru takmörk þar. Og það var dæmi hérna sem ég las eftir guðfræðing, að hann segir frá konu sem að sagðist aldrei, hún hafði aldrei gift sig, og ástæðan fyrir því að hún hafði aldrei gift sig var sú að hún hafði aldrei fundið mann sem hún hafði getað kallað herra eins og Sara. Þess vegna gifti hún sig bara ekki neitt. Og þessi sami maður, hann segir, ef þú ert að leita þér að eigin manni, eigin manni, ef þú ert kona, ung kona, og ég sagði ungu stúlkonu þetta út í Afríku, ef þú ert að leita ykkur að eigin manni, þá skuluð þið ekki endilega leita að einhverjum ríkum, þið skuluð ekki endilega leita að einhverjum sem lítur vel út, þið megi heyra þetta stelpu líka, ekki endilega ríkur eða lítur vel út, og ekki endilega svo rosalega rómantískur, vegna þess að þeir geta líka verið svolítið fleiki. Finniði mann sem að þið vitið að þið geti borið virðingu fyrir. Þegar þið sjá, já, þetta er maður sem ég get borið virðingu fyrir, vegna þess að hann virðir mig og elskar mig, það er maður sem þið geti búið með, ef þið geti borið virðingu fyrir honum. Og það er góður grunnur, vegna þess að við þurfum grunn til að byggja á í hjónabandi. Svo kemur þetta, vers 25, þér menn elski konur yðar eins og Kristur elskaði kirkjuna og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir hana til þess að hreinsa og helga í laug vatnsins með orði. Ok, við þurfum ekki endilega að baða konurnar okkar þegar við giftumst þeim eða hreinsa þeir, en Kristur þurfti að baða okkur og hreinsa okkur af syndum okkar þegar við tókum á móti honum sem frelsara. En hérna er þessi samlíking, og sjáið þið að hann vildi leiða hana fram fyrir sig í dýrð án þess að hún hefði blett eða hrukku eða neitt þess háttar. Heilög skildi hún og lítalaus. Þannig skulu eiginmennirnir elska konur sínar eins og eigin líkami, sá sem elskar konu sína elskar sjálfan sig. Og það er einmitt þetta að ég var að hugleiða þetta að Kristur, hann gerir allt til þess að kirkjan eigi líf í fyllstu gnægð. Og ef það verið að bera saman hérna Krist og eiginmann, þá á eiginmaðurinn, ef hann á að elska konuna eins og Kristur elskar kirkjuna, þá á hann að gera allt sem í hans valdi stendur til þess að konan geti lifað sínu lífi í fyllstu gnægð.
hann á að hjálpa henni að mennta sig, hann á að hjálpa henni ef hún veit fara á vinnumarkað, þá á hann að styðja við hana, hann á að vilja allt það besta fyrir hana. Hún á ekki að vera einhver tuska sem geymt heima, hún á að vera heilög, lýtalaus, flekklaus. Kristur gerir allt. Hann gaf allt og það snýst allt kirkjuna. Hann kemur, hann yfirgefur föður og móður til þess að eignast kirkju eða brúði og það snýst allt að gera hana sem fallegasta, flottasta og hún á að vera frjáls. Hún á að vera frjáls. Getur frjáls kona verið undirgefin? Já. Undirgefni veitir okkur frelsi. Sjáðu, ef að ég neita að vera undirgefin, þá ég komin í fjötra, þá ég að fjötra sjálfan mig. Menn sem að geta ekki, eiga erfitt með að taka tilsögn, eiga erfitt með að beygja sig undir yfirvald á vinnustað, þeir eru yfirleitt í fjötrum. En þegar ég geri hlutina með gleði fyrir vinnuveitanda minn og ég segi já, alveg sjálfsagt, ég nú ekki alveg sammála þér, elsku kallinn minn, en fyrst að þú vilt hafa þetta svona, þá gerum við þetta svona. Þá líður mér vel á eftir. Þannig að undirgefni orð sem í takt og anda þess sem Jesús Kristus segir, lærið af mér því að ég hógvær og af hjarta lítillátur. Undirgefni ekki, hvað ég segja, það eins og sálfræðingarnir sögðu, hún sagði við mig að henni fannst þetta bara vera eins og blóðsyrði. Bara skildi það ekki. Og það eins og þessi heimur sem við lifum í, að hann skilur ekki stundum þessi guðlegu prinsip sem að gefa okkur frelsi. Nú, ef við lesum hérna, hann vildi leiða hana fram í dýrð. Sjáðu, eiginmaður, þú átt að leiða konuna þína inn og fram í dýrð. Þú átt að gera hana dýrlega. Þú átt að styðja við hana. Þú átt að hjálpa henni þannig að allt hennar líf sé líf í fyllstu gnægð, hún sé frjáls, hún sé blessuð og hún geti líka gert það sem hana langar til að gera. Já, en getur hún þá verið undirgefin? Já, við getum verið hvert öðru undirgefin. Og ég man að þetta var lengi svo mikið bast fyrir mig að skilja þetta, sjáðu, en ég skildi að í sambandi við vinnuna mína að ég var undirgefin, en svo fórum við, ég og yfirmaður minn kannski kaffi og þá vorum við bara pallar, við vorum kollegar og hann spurði, hvað finnst þér þetta Kitti og hvað finnst þér þetta? Og reynda var það þannig í vinnunni líka að hann spurði mig oft álits, hvað finnst þér þetta? Og svo sagði hann, ég eiginlega búin að taka ákvörðun að gera þetta svona. Það var hans að taka ákvörðun, það var ekki mitt. Það var hans. En við vorum alveg jafn góðir vinir og við vorum jafningjar. Kona mín og ég, við erum jafningjar. Hún hefur fylgt mér öll þessi ár, tekið ábyrgðina með mér, en við erum jafningjar að öllu öðru leyti nema að ég þarf að bera ábyrgð frammi fyrir Guði með hana, með börnin mín og Guð gaf mér ábyrgðina af því að maðurinn var fyrst skapaður og þetta bara einhver röð. Þetta röð, Guð gerði þetta svona, maðurinn höfuð heimilisins og eitt gott dæmi þetta að, ég ætla að segja ykkur kannski fyrst að í fyrra Korinthubréfi 15:28, svo ég tali ekki allt of lengi, þá segir Jesús Kristur, og ef þið hugsið Kólossebréfið þar sem hann segir allt skapað til hans, allt skapað fyrir hann, allt skapað í honum og hann í honum býr öll fylling guðdómsins, svo komum við í þetta vers í fyrra Korinthubréfi þar sem að það verið að gera upp bara við endi aldana allt, að þá segir í 25. versinu að fyrra Korinthubréf 15, síðan 24. vers, síðan kemur endurinn hann selur ríki Guði föður í hendur, hann hefur að engu gjör sérhvert veldi og vald.
og svo segir í versi 27, allt hefur hann lagt undir fætur honum, og hér Guð sem hefur lagt allt undir fætur Kristi. Þegar stendur að allt hafi verið lagt undir hann, augljóst að sá undanskilinn sem lagði allt undir hann. En þegar allt hefur verið lagt undir hann, þá mun og sonurinn sjálfur leggja sig undir þann, lagði alla hluti undir hann. Til þess að Guð sé allt í öllu. Sjáðu, hér kemur Guð, Kristur, og sem sagt gefur sig undir Guð föður. Þó svo að Guð faðir hafi gefið Kristi allt vald á himni og jörðu, þá Kristur ennþá undirgefið. En það var það sem djöfullinn klikkaði á. Þegar hann fekk vald, þá þoldi hann ekki að Guð væri æðri honum, og hann tapaði þessari undirgefni sem gaf honum frelsi. En sjáðu, Kristur, hann hefur allt vald á himni og jörðu, og hann frjáls, en hann samt undirgefinn Guði föður. Og það talað undirgefni í fyrra Pétursbréfi 3:1 að konur geti jafnvel unnið menn sína eða eru vantrúaðir með því að vera undirgefnar. Þá geta þær unnið með þessu viðmóti, að því undirgefni viðmót. Undirgefni viðmót sem gefur öðrum virðingu. Og þá geta þær unnið menn sína til trúar. Nú, skulum sjá, ég ætla að lesa, fara bara yfir þessi vers öll sömun. Efesíubréf 5, ég var búin að segja, maðurinn á að elska konuna eins og Kristur elskaði kirkjuna, og Kristur hann lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir hana. Kristur lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir hana. Og ef að maður elskar konu sína, að þá leggur hann stundum sitt líf til hliðar fyrir konuna, eins og Kristur lagði sitt líf til hliðar fyrir mig og þig. Þannig að elska, það ekki erfitt að vera undirgefinn Kristi, af því hann elskaði okkur að fyrra bragði. Þegar maður finnur kærleika Krist, þá bara kallar það fram undirgefni í hjörtum okkar. Við viljum elska Krist tilbaka. Við viljum segja, Drottinn, þitt valdið, þinn mátturinn, þín dýrðin. En konan segir ekki kannski, þitt valdið, þinn mátturinn, þín dýrðin. Hún elskar mig vegna Drottins. Af því hún elskar Drottinn, þá elskar hún mig og sýnir mér undirgefni, eins og ég sýni henni líka undirgefni tilbaka á öðrum sviðum. En þetta með konuna og mannin, svo við komum bara að lokum, þá þekkjum við öll þessa, ef við kannski ímyndum okkur að við værum borð í Titanic, og þar væru hjón. Og við vitum það að þegar Titanic byrjaði að sökkva, að þá var sagt konur og börn í bátana fyrst. Og hér eiginmaður með konunni, og konan segir við mannin, komdu með. En maðurinn segir, það ekki mitt að koma með, sýndu mér þá undirgefni að taka börnin svo að þú og börnin megi lifa. Og maðurinn tilbúinn þarna á þessum punkti og þurfti þá að gefa líf sitt, en konur og börn fóru í bátana. Og þetta eitthvað sem öllum finnst vera eðlilegt. Maður sem hefði kannski hent burtu börnum og konu, hann hefði aldrei getað lifa með þá skömm ef hann hefði lifað af. En öllum, þetta imprentað í okkur, konur og börn fyrst í bátana. Að undirgefni þeirra felst í því að maðurinn verndar og leggur líf sitt niður fyrir konu og börn, eins og Kristur lagði sjálfan sig niður fyrir konu og börn. Og eins og var á dögum Nóa, eins mun verða við komu mannssonarins. Það var boð sem stóð í 100 ár að koma inn í örkina.
Og það boð sem hefur staðið núna í 2000 ár á annan hátt að koma inn í örkina sem okkar Kristur. Til þess að koma inn í örkina, til þess að koma inn í örkina þurfti undirgefni. Það þurfti að auðmýkja sjálfan sig og það þurfti að segja, ég trúi því að það muni koma flóð. Þess vegna þarf ég að koma inn í örkina. Í dag, eins og ritningin segir, eins og var á dögum Nóa, eins mun verða við komu mannssonarins, Lúkas 17:26, eins mun verða við komu mannssonarins og trúarjátningin okkar, sem hann Hilmar las hérna síðasta sunnudag, hún segir að Guð, Jesús eða Guð Faðir muni koma aftur til að dæma lifendur og dauða. Og það segir eins og var á dögum Nóa, svo mun verða á dögum mannssonarins, menn átu og drukku, kvæntust, giftust, allt til þess dags Nói gekk í örkina og flóðið kom og tortímdi öllum. Eins var og á dögum Lots, menn átu og drukku, keyptu og seldu, gróðursettu og byggðu. En daginn sem Lot fór út úr Sódómu rigndi eldi og brennistein af himni, drottinn tortímdi öllum. Eins mun verða á þeim degi mannssonurinn opinberast. Biblían segir að það mun koma dómur yfir þessa jörð. Og spurningin ég búinn að tala undirgefni. Og það ástæða fyrir því að undirgefni til staðar og það þessi ákveðna röð. Sjáðu til, við þurfum undirgefni til þess að hlýða fagnaðarerindinu Jesúm Krist. Guð skapaði okkur, hann var á undan konunni, hann höfuð mannsins, síðan segir Biblían að maðurinn sé höfuð konunnar og síðan þurfum við að ákveða, viljum við taka auðmýkja okkur og sýna Guði skapara himins og jarðar þá undirgefni að koma inn í örkina, að koma inn í Jesúm Krist. Og ég vil segja það við bara ykkur sem að horfa og hafið ekki tekið á móti Kristi, að þú þarft að auðmýkja sjálfan þig til þess að gefast Jesú Kristi og til þess að eignast þetta eilífa líf þegar að þessu lífi lýkur. Og það hinn sanna mynd að þegar upp staðið, þá þurfum við öll að auðmýkja okkur fyrir drottni og það það sem gefur okkur lífið og það það sem setur okkur frjáls. Undirgefni í mínum huga frelsi, ekki ánauð. Og það það sem Biblían að kenna. Það frelsi en ekki ánauð. Þannig að við skulum bara ljúka þessari útsendingu. Ég vil bara þakka þeim sem að horfa og mér langar bara að biðja með ykkur stutta bæn. Drottinn Guð, við þökkum fyrir orðið þitt og þakka þér fyrir það að drottinn að þínar hugsanir svo miklu æðri okkar hugsunum, Faðir Guð. Og ég þakka þér fyrir að þú hefur gjört þetta svo undursamlegt að þú Guð, Faðir og skaparinn og við börnin þín. Þú sendir Jesúm til þess að deyja og á krossinum til þess að eignast okkur mennina sem eiginkonu eða brúði, Faðir Guð, og ég þakka þér fyrir það í dag að þá megum við gefa þínu nafni dýrðina og við drottinn, við segjum við viljum vera undirgefin þér, Jesús Kristur. Við viljum elska þig af heilu hjarta. Drottinn, og það bæn mín fyrir landin okkar Íslandi að þú megir vera Guð vors lands og þú megir vera lands vors Guð. Í nafni Jesú Krist. Amen.